Daginn og velkomin í Silfrið. Við erum ekki með stjórnmálamenn í þessum þætti. Það svona ýmsar ástæður til þess en það gaman að heyra fólk tala kosningarnar sem ekki beinlínis í framboði og við tölum í kringum stjórnmálin og í kringum kosningarnar. Það fullt af þáttum sem eru með frambjóðendum. Við fáum hérna seinna í þættinum Hallgrím Óskarsson sem að það maður verkfræðingur með ýmsar kenningar það hvers vegna og hvernig stjórnmálin hafa þróast á þann veg sem þau hafa gert þessa gjá sem milli almennings og stjórnmálamanna og fleiri í þeim dúr. Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri kemur hérna eftir og hann að setja upp leiksýningu stóra leiksýningu sem byggð á ekki sérstaklega bókmenntaverki en það rannsóknarskýrsla Alþingis. En við byrjum hérna með framkvæmdastjóranum Gunnlaugi Jónssyni, Hjálmari Gíslasyni sem maður sem vakti hér mikla athygli hér í þáttum fyrir nokkuð mörgum árum, býr í Bandaríkjunum og starfar í gagnamálum, varst hjá Data Market hérna og núna hjá öðru fyrirtæki í Bandaríkjunum. Aðalheiður Ámundadóttir sem svona ævintýrakona og fer víða. Þú varst nú tíma hér með Pírötum og nú ertu orðin lögfræðingur en ert núna orðin blaðakona á Fréttablaðinu. Og Runólfur Ágústsson sem í maður svona ýmsum verkefnum. Ekki að segja það. Ég má segja það. Já, sko byrjum á mér langar að byrja á þessari grein sem að Guðmundur Steingrímsson skrifaði í Fréttablaðið í gær og vakti mikla athygli. Hann talar eineltis umhverfi í stjórnmálum og hann lýsir því að sko hann og börnin hans og allir hafi orðið fyrir ára sem þetta bara verið verulega óþægileg upplifun að vera í stjórnmálum á Íslandi. Hvernig horfir þetta við þig? Þú varst náttúrulega á þingi eða í kringum þingið. Já, þetta kemur ekki á óvart það sem hann að segja og svo tími sem ég var að vinna í þinginu þar heyrði ég svona og varð vör við þetta og ég man eftir því sérstaklega hvað sló mig einhver tímann þá vorum við nokkur bara í kaffi og vorum að spjalla og fólk var að rifja upp reynslu sína af mótmælunum þarna eftir hrunið. Og það var svolítið sláandi að heyra sko alþingismenn, bara óbreytta alþingismenn sem voru jafnvel þá að stíga sín fyrstu skref í stjórnmálum og eftir kosningarnar 2009 var að koma nýtt inn kannski og það lýsir bara svona áfallastreitu í kjölfarið þegar maður hafði aldrei séð eða átt að segja eða hugsa almennilega út í þessa hlið. Já. Og þannig að en já, ég tengi þetta og líka bara meðal þeirra sem að ég var að vinna með í þinginu Pírötum. Já. Hvað svona harka utan úr samfélaginu þetta hefur áhrif á fólk. Já. En fólk treystir sér ekki til þess að tala það því að það einhvern veginn setur sjálft sig í þessa stöðu, gefur kost á sér í þetta og upplifir einhvern veginn að það verði að hafa þykkan skráp, það verði að þola þetta og ég tek ofan fyrir Guðmundi að þora að segja þessa hluti upphátt því að jafnvel þó svo að stjórnmálamenn þurfa að þola gagnrýni og þetta þá ekkert að því að óska eftir því að við sýnum bara mannasiði, sko. Já, heldur þú þetta sé vandamál, Gunnlaugur? Já, sannarlega, og ég held að þetta hafi verið mikið vandamál svona á seinni árum og sérstaklega eftir hrun og við tökum okkar svona tveggja mínútna hatur og hatursvikur stundum og það einfaldast fyrir fólk að sverja af sér aðra sem að verða fyrir einhvers konar árásum og þannig að þetta gott hjá Guðmundi að skrifa þetta þannig að þetta svipuð dýnamík og einmitt einelti. Í einelti einhver ákveðin hópur sem kannski ræðst á einhverja fáa eða einhvern einn og aðrir þurfa að taka þátt í því til þess að verða ekki sjálfir fyrir árásum. Og við sjáum það stöðugt gerast að fólk þetta kallað á ensku virtue signaling, ég kalla það sýndardyggð, að fólk mjög mikið að auglýsa að það sé alveg örugglega réttum megin í ýmiss konar málaflokkum þar sem hávaðinn mestur og tekur þannig þátt í því að einangra þá sem að eru að segja eitthvað sem á móti, ef ég má nota orðið réttrúnað í tilteknum málaflokki. Ég ekki endilega að tala pólitíska réttrúnað, heldur allskyns réttrúnað, þar sem að fólk æsir sig yfir. Og við ættum að hlusta betur hvert á annað og við ættum að skilja það að mörg mál eru með svona núansum
þau eru flókin, þetta ekki allt saman svart og hvítt, þetta ekki allt við góðu á móti einhverjum vondu og gera okkur grein fyrir því að eins og Solzhenitsyn sagði, að markalína góðs og ills ekki á milli okkar og þeirra, hún liggur í gegnum hjarta sérhvers manns og það gott að byrja þar og horfa af svona auðmýkt á sjálfan sig dálítið og það reynsla hjálpar manni í því, maður hefur gert ýmiss konar mistök kannski í gegnum tíðina og sér maður að þetta ekki allt svona svarthvít og við eitt svona bragð sem ég nota stundum þegar ég sé eitthvað segja eitthvað sem að fólk æsir sig yfir eða sérstaklega eitthvað sem annar staðar í pólitík en þegar ég prófa að skipta út myndinni af honum í huganum við mynd af einhverjum sem ég sammála og þá kemur í ljós að allt í hennu finnst mér að vera að segja eitthvað annað og já, ég myndi leggja það til að við reyndum að temja okkur þetta. Það var eitt sem að lagði til í umræðum á fastbókinni og hann gerir sig grein fyrir göllum þess sjálfur að það ætti að byrja að skammarana, vera dónalegur gagnvart dónunum, en hann gerir sig grein fyrir því að þá eru að beita dálítið sömu meðulum. Þannig að ég held að besta leiðin sé að sýna gott fordæmi og sýna auðmýkt sjálf og reyna svona, like-takkin líka skiptir máli. Ekki nota hann þó þú sér sammála ef kannski hlutirnir eru settir fram á dálítið svona öfgafullan hátt. Það verið að tala illa fólk og svona þó þú sér málefnilega sammála því sem það og reyna að beina svona menningunni í betri áttir. Já, það náttúrulega rosaleg þórðargleði ef að nokkuð tíma hefur fundist vettvangur fyrir þórðargleði í heiminum. Þetta orð sem að sér Árni í ævisögu sem að Þórbergur skrifaði ævisögunum. Hann fann þetta orð þórðargleði. Þetta var bóndi sem að hlakkaði svo í honum ef að gekk illa hjá bændum í öðrum sveitum og þetta náttúrulega Facebookin náttúrulega ótrúlegur vettvangur fyrir þórðargleði. Sko, ef við getum tengt þetta við kosningarna núna, þá erum við náttúrulega að horfa upp á þetta óbúslega neikvæða umræðu í kringum stjórnmálin og náttúrulega stjórnir sem að springa og það rosalegur hiti í fólki og heift í raun og veru. Hvað segir þú, Runólfur? Ég held sér rétt og náttúrulega afskaplega hugguleg og þarf hugvekja hér í morgunsvarða sunnudegi þetta innlegg þitt áðan. Þessi umræða eins og hún blasir við á samfélagsmiðlum, hún verður oft gríðarlega persónuleg og rætin og erfið. Við sjáum þetta með bara síðustu daga hvernig umræðan hefur verið annars vegar Bjarna Benediktsson og hins vegar Steingrímur Sigfússon út af einhverjum málum sem komu upp. Og hún verður mjög persónuleg og andstyggileg og rætin og fólk að segja með ljóta hluti. Nú þessi menn, ég nú ekki kannski átt endilega mikla samlunni með hvorum þeirra í stjórnmálum en ég held að þessi menn séu bara í pólitík til að vinna sínum samfélagi í gagn og velmeinandi menn. En umræðan á netinu verður mjög andstyggileg og persónubundin og þetta eiginlega komið út við gröf og dauða. Þetta eiginlega ekki boðlegt. Mönnum finnst alltaf í lagi að fara með það sem bara pjúra meðvirði og birta það í þessum opinbera fjölmiðli sem eins og Facebookin Og þetta eitthvað sem þarf að laga og þarf að breytast en kannski líka merkjum það að í þessu ferli okkar frá hruni, þar sem þessi tveir menn voru nú fjármálaráðherra báðir mjög lengi og ég held að við eigum þeim í þeirra störfum beggja mikið að þakka hvað snertir hann efnahagslega stöðuleika sem við erum í dag. En þó að við höfum náð efnahagslegum stöðuleika, þá engin stöðuleiki í stjórnmálunum og pólitíkinni og samfélagsmálunum. Þar gríðarlega mikið rót og það engin sátt komin í samfélaginu ennþá. Og þetta kannski svolítið birtingamynd á slíku, mögulega. Hjalli, þú býrð í Bandaríkjunum, fylgist nú ágætlega með því sem gerist hérna heima. Mér langar ekki bara að biðja summa fyrir mig svolítið upp hvernig þetta kemur þið fyrir sjónir. Já, þú segir nú ég bý í Bandaríkjunum, það kannski ekki hægt að leita þangað fyrirmyndum að balansið eða framúrskarandi stjórnmálamönnum í forystu, en horfandi heim þá svona mér fannst ég að fá að mörgu leyti nýtt sjónarhorn við það að flytja úr landi, vera ekki alveg inni í öllu daglega samtalinu og fylgjast kannski meira með í gegnum svona fjölmiðlana og náttúrulega Facebook heldur en svona því sem að fólk að tala og ef við kannski setjum þetta sérstaklega í samhengi við þessa kosningabaráttu sem núna þá náttúrulega það annars vegar þetta sem hefur verið rætt en hins vegar þá það eiginlega öll umræðan hingað til hefur verið fólk. Það hefur rosalega lítið verið rætt hugmyndir og málefni og svo framvegis og við sjáum meira að segja það sem flokkarnir eru helst að gera í undirbúningi og aðdraganda kosninga eru
einhvers konar smá hrókeringar eða einhverjum telt fram og öðrum tilbaka út af því hvernig í rauninni umræðan ákveðnar persónur og leikendur, en ekki stefnumálin og í rauninni hugmyndirnar og það sem við eigum að vera að takast á við. Og meira að segja þetta svona skítkast, maður sér til dæmis á samfélagsmiðlunum það fljóta og málsmetandi menn eru að senda á milli einhverjar myndir sem eru svolítið svona eins og myndina sem voru teiknaðar af fólki í sko gaggó í gamla daga, setja einhver svona fyndna setningu við einhverja skopmynd af einhverju fólki og finnast það einhvern veginn að vera innlegg í umræðinu. Það er náttúrulega fráleitt sko. En þú veist, að hluta til kemur þetta náttúrulega út af því að það var stuttur tími, þú veist, menn voru ekki alveg tilbúnir einhvern veginn í málefna umræðuna og þú veist, það kannski flokkarnir sjálfur bara ekki tilbúnir inn í það. En það hlýtur að vera hægt að draga þetta einhvern veginn aðeins upp úr þessu og auðvitað fólk, þú veist, það alltaf mikilvægt að það sé gott fólk og maður treystir fólkinu sem er í forsvari. En það eru flokkar, við erum 9 flokka og það mjög auðvelt að benda á svona 2 og 3 flokka sem maður veit ekkert hvaða málefnamunur á milli þeirra. Það eina sem skilur á milli þeirra er fólkið. Það eina sem skilur á milli þeirra er fólkið og við erum þá kannski að tala Viðreisn og Bjarta framtíð og ég meina, ef við horfum bara á til dæmis Fólksins, Miðflokkinn. Akkurat. Ef við horfum til dæmis á Bjarta framtíð og Viðreisn og svona þann möguleika að þau séu að þurrkast út af þingi. Þetta var náttúrulega fólk sem greinilega vann mjög vel saman í stjórnarmynduninni síðast og virtist ganga vel að vinna saman í stjórn, eru núna bæði að mæla svona rétt undir þessu mörkum. Það er engin málefnamunur sem maður veit þarna og í sumu leyti þá væri þeim að ganga betur ef þau væri saman. Það er að segja að þarna væri fólk með þessi sjónarmið miklu líklegra til að komast á þing ef það væri einfaldlega í einum og sama flokknum heldur en það væri skipt upp í 2. En þetta er svolítið skrítið sýnir hvað flúttið þessu er mikið, að þannig eru 2 flokkar sem að telja sig til miðju, annar kannski frekar hægra megin við miðju, þeir virðast þetta þurrkast út og í staðinn erum að fá 2 flokkar sem eru eiginlega allt öðrum stað í pólitíkinni sem eru svona einhvers staðar nálægt því sem að menn myndi kalla popúlisma. Ég held að og mér þetta mjög miður ef að ég myndi gjarnan vilja hafa fulltrúa Viðreisnar og Bjartrar framtíðar á þingi, af því að mér finnst að vera mikilvæg sjónarmið sem að þessir flokkar standa fyrir líka. Það hefur verið mikil leit að frjálslynda fylginu hvar það er. Já. Ég held að staðan sem að stjórnmálin er í, ég veit ekki hvort að það er staðan sem þjóðin er í eða hvað, ég held að flokkarnir sé ekkert síður að reyna að átta sig á hvað þessar kosningar snúast en allir aðrir. Þeir eru einhvern veginn að leita af hverju erum við að gera þetta núna, hvað vilja það við tölum og svo elta þeir einmitt þessar búblur. Já, hvað vill fólkið að við tölum Já, en svo fara þeir og elta einhvern veginn þessar búblur eða þessa reiða fólkið eða þá sem eru að kalla eftir hin og þessu einhvern veginn og það er einhvern veginn elt. Ég upplifi það þannig og ég held að þar af leiðandi munu þessar kosningar ekki snúast eitthvað eitt, það mun snúast bara hvað hverjum sýnist. Ég held að hluta til sé það rétt að við séum að kjósa fólk af því að við erum einhvern veginn ráðvillt í þessum kosningum. Einhverjir eru hlaupa á eftir og eru enn að tala staðsetningu Landspítalans. Einhverjir eru að tala að skera upp herur gegn ofbeldi og verja milljörðum í það. Og þar er athyglisvert til dæmis að af því að við erum í einhvern veginn að tala inn í þennan popúlisma finnst mér svolítið allstaðar, alveg sama í hvaða málefnum það er. Og með til dæmis ofbeldið þá eru menn að tala það þarf að efla löggæsluna, það þarf að efla neyðarmóttökurnar og svona. Á meðan mér finnst það blasa við og mér finnst það augljóst að við ætlum að einhvern veginn minnka ofbeldið, að berjast gegn ofbeldi, að þá að sturta öllum þessum milljörðum í fangelsiskerfið og í betrunarstarf. Af því að þar er möguleikinn á því raunverulega að fækka glæpamönnum, minnka þjáningu til hagsbóta fyrir alla. En það talar enginn það af því að það er bara ekki vinsælt í dag.
Þannig að menn þora einhvern veginn ekki alveg í það. Það var enda, við höfum búin að ganga í gegnum tíma þar sem hlutinni snéru svolítið við að yfirleitt sko refsigleði talin bundin með hægri væng en síðan við vinstri vængan allt við gengum í gegnum tíma þegar vinstri vængurinn varð opbúslega refsiglaður sem eiginlega svona pínlítið svona óvænt moment að sömu leyti. En mér finnst við í þessum kosningum alltaf vera að tala inn í einhverja svona, við erum að tala við reiða fólki, einhvern veginn bara. Og svo þetta sko ákveðin hópur sem vill stjórnarskrá en það hérna Guðlaugur, hvað finnst þér þessar kosningar snúast? Erst þú búin að átta þig á því? Nei, engan veginn. Ég veit ekki, ég bara stend á gati með það. En það væri ágætt ef okkur tækist að svona vinna okkur út úr þessari reiði og þessu sálarástandi sem að er búið að ríkja hjá okkur og alls ekki bundið við Ísland, heldur önnur lönd líka. Og kannski tengist þetta einhvern veginn samfélagsmiðlum og því að skilaboð þurfa að vera stutt og einföld til þess að allir skilja og þá verða umræður yfirborðskenndar og einfaldar og ekki pláss fyrir neitt sem að vill núans eða neitt slíkt og fólk drífur sig að sverja af sér alla sem ekki fylgja einhverju svona einhvers konar teiknimynd af skoðunum sem maður á að hafa. Mér finnst áhugavert að það eru þessi upplausmál eins og til dæmis grein Ásmundar í gær flóttamannamálin. Já. Og það er nú eitt mál sem er verið að ræða og þarf sjálfsagt að ræða. Ég hef dálítið sérstaka afstöðu í því vegna þess að ég sé það úr svo mikilli fjarlægð því að ég vil opin landamæri. Þú ert náttúrulega frjálshyggjumaður og vilt bara opin landamæri. Já. Og þess vegna finnst mér pínulítið hjákátlegt þegar fólk sem í megindráttum vill hafa þau lokuð en vill aðeins fleiri innflytjendur heldur en Ásmundur er að ráðast á hann eins og einhvern mjög vondan mann. Já. Og ég geng út frá því hvorugur hópurinn er neitt sérstaklega vondur, það er svona smá áherslumunur á milli ykkar frá mínum bæjardyrum séð. Samt tekst ykkur að draga ykkur að mjög mjóa línu þarna á milli ykkar og hatast yfir hana. Og og við höfum að gæta okkur á þessu. Við erum eins og gagnvart honum að fólk er náttúrulega eðlilega á varðbergi gagnvart svona, það sem kalla má mikil föðurlandsást og slíkt verðins að það leiðir ofta af sér hérna myrkur hlið, kærleikur í einhverjum hópi leiðir af sér stundum og reynda mjög oft einhvers konar andúð af einhverjum öðrum. En þarna finnst mér að vera dæmi það að við erum að gera nákvæmlega það sama eiginlega innan okkar hóps. Já. Við erum að skapa andúðina á honum og gerum okkur ekki grein fyrir því að eins og ég sagði áðan, markalína góðs og ills liggur í gegnum hjarta okkar allra. Kannski að ég skrifa orðið hérna einmitt þessa grein eftir Ásmund Friðriksson, Sunnlending. Hann auðvitað endurspegla ákveðin viðhorf þarna út úr samfélaginu. Og hans greinilega tvíþætt, annars verður hann að fjalla kostnað við móttöku og hælisleitendum. Það er í sjálfsagt alveg gild umræða. Já. Hins vegar... Hann setur enda fram alveg óboðslega skrýtna tölur. Já. Hins vegar stillir hann þessum hópi upp sem einhverja andstöðu eða einhverja andstöðu við eldri borgara og öryrkja og eldri borgarar og öryrkjar sé ekki að fá þjónustu vegna þess að við séum að þjónusta flóttamenn. Það er auðvitað mjög sérkennileg framsetning og ekki eiginlega boðleg. Og stuðlar að núningi og jafnvel hatri. Já. Og þetta er ekki góð umræða, en auðvitað hefur hann málfrelsi eins og aðrir og ég held reyndar að þetta sé kannski merki það að þessi mál sé að poppa svona meira upp í pólitíkinu og í samfélaginu. Við höfum svolítið verið með þetta undir loki og hversu lengi það heldur. En þetta mun einhvern tímann springa. En hann ekki bara að sprengja málið inn í kosningar? Jú, hann er í rauninni að gera... Ég honum sé að takast að einhverju leyti. Já, við erum að tala þetta hérna. Það er bylgja sjálfstæðismann á netinu sem er að andmæla honum, er það ekki sagt? Alveg hárrétt. Já, þú fylgdist með því í morgun. Hvað var þetta? Til að mynda kom ágætis færsla áðan frá Unni Brá Konráðsdóttur, þar sem hún var nú að anda þessum sjónarmiðum sem Ásmundur setti fram. Sem er í sama kjördæmi. Það er mjög athyglisvert líka að horfa einmitt á lista sjálfstæðismanna á Suðurlandi, í Suðurkjördæmi, þar sem eru 3 kallar í 3 efstu sætunum og þessi mjög hæfa kona, forseti Alþingis, einhver hæfasti stjórnmálamaður landsins sem setti 4. sæti. Og þetta er svolítið partur líka að mér finnst þetta áferðin á þessu
vera eins og sko, aftur á miðöldum nánast eða sem sé frá allt öðrum tíma. Þetta er ekki boðleg framsetning á framboðslista til löggjafarvaldsins. Frekar en kannski þessi þáttur hér er boðleg framsetning með sama hætti fyrir fjórðavaldið. Við erum hér 4 kallar og 1 konur og þetta er ekki boðleg framsetning Egill, bara fyrir til að hafa í huga fyrir framtíðinni. Við erum hér eins og sjálfstæðismenn á Suðurlandi. Segðu mér hérna, Aðalheiður, hvað, svo er konan fáin málið, hvað hérna? Já, mér finnst eiginlega... Var þetta ekki von að þetta kæmi og það er spurning hvort að kosningabaráttan mjög þá dragast í þessa átt? Jú, mér finnst eiginlega bara ömurlegt að þurfa að við séum að tala þetta hérna, sko. Mér finnst þetta, ég á eiginlega ekki orð til þess að lýsa því hvað þetta er dapurlegt. Þetta þekkja allir viðhorf Ásmundar í innflytjendamálum og til bara útlendinga og þau voru alveg ljós á síðasta kjörtímabili, þau voru alveg ljós áður en að hann var settur í forystu í þessu kjörtími og þannig þetta kemur ekkert á óvart, sko, og það er alveg sama held ég hvað menn hérna reyna að sverja hann af sér eða gagnrýna hann fyrir þetta, honum er alltaf klappað af sínum stuðningsmönnum, sko, það er sem hann á fyrir þessi viðhorf. Og ég held að það sé alveg sama hvað ég segi álit mitt á því, sko, og ég veit ekki hvernig, sko, ég hef ekki ráð fyrir sjálfstæðismenn hvað þeir ætla að gera til þess að eins og Gunnlaugur segir, sko, sverja hann af sér, ég veit ekki hvernig, hvort og hvernig þeir ætla að fara að sverja hann af sér, ég veit það ekki. Mjög margir hafa gert það í mínum fastbókarflaumi, mjög margir, og mér finnst það, ég er ekki alveg sammála þessu, mér finnst þetta hálfgerður heigulsháttur, sko. Mér finnst að fólki að takast málefnilega á við þetta og fjalla þessa grein málefnilega eins og þú varst að gera að einhverju leyti áðan en getur náttúrulega ekki klárað á svona skömmum tíma. Og mér finnast spurningarnar sem hann ber upp ekkert vera þannig að það eigi ekkert að fjalla þær, sko. Við búum í þjóðfélagi þar sem að mjög stór hluti af neyslunni er samneysla, þar sem eru takmörkuð fjárráð og það er eðlilegt að tala forgangsröðun í því öllu saman. Algjörlega, en á sama tíma það er hins vegar, sko, það er ekki eins og þessi ekki verið að taka þessu umræðu. Það hefur, öllum þessum röddum hefur verið svarað mjög málefnalega og einhvern veginn það er síðan kallað af þeim sem að setja fram, sko, staðleysuna, það er kallað þöggun, sko, þegar er raunverulega tekist á það þeim er bent á staðreyndir, sko. Ég verð pínulítið, ég verð nú eiginlega bara reiður þegar ég les svona vitleysu eins og eftir Ásmundi í þessu tilfelli að bæði bara hversu illa farið með staðreyndir sem fer alltaf í taugarnar á mér. Þetta er bara beinlínis rangt, það er mjög auðvelt með að segja bara skalinn á tölunum með þannig að það gengur ekkert upp, sko. En það eru 3 til 222 milljarðar. 220 milljarðar, sko. 3 til 222 milljarðar, það er mjög breið. Talan er bara svo stór að hún getur ekkert, hún á ekkert erindi í umræðuna. Og hins vegar það að, sko, náttúrulega mannvanskan sem birtist þarna, ef við setjum þetta í alvörunni í kannski samhengi hans, það eini munurinn á Ásmundi og einhverjum jafnaldra hans sem er að flýja Sýrland og kemst á land einhvers staðar með einhverjum flóttamannabáti er að þeir fæddust í sittkoru landinu og við veitum að minnstakosti að flóttamaðurinn er duglegur að bjarga sér, sko. Ég ætla ekki að segja að Ásmundur sé það ekki, en við höfum allavega sönnun þess að sá sem komst í land með einhverjum flóttamannabát, hann gerir allt sem þarf til þess að koma sér áfram. Ég held að sko, það er partur af þessari stöðu sem við erum í samfélagsumræðinni og kannski stjórnmálum líka, er að staðreyndir og svona faktsjál hlutir skipta ekki eins miklu máli af því að fólk getur bara elt alls konar vitleysu inn í alls konar búblum, bara ef við myndum öll einhvern veginn vera meðvituð það hvað fólk sem hefur komið hingað og eignast líf hér á landi eftir hrakningar, hvað það hefur í rauninni svo gefið samfélaginu, bara efnahagslega, bara með rekstri sínum og það er fólk með mannaforráð oft og ef að það einhvern veginn lægi fyrir í umræðinni þar sem við tökum hana, þá væri umræðan aðeins öðruvísi. En þessi hælisleitandi kerfi náttúrulega, þú veist, við erum ekki að taka, sko, fólk komið hérna því það hangir hérna langan tíma og fær ekki
sem sagt endanlega afgreiðslu sinna mála og svona og það er náttúrulega ýmislegt pottur brotin í þessu kerfi, þetta er ekkert það virkar ekkert frábærlega. Ef ég má aðeins sko, auðvitað þú veist, þetta allt saman mál sem að þarf að takast á við og ég heldur endur að það sé verið, það var með að segja framþróun síðustu mánuði í því hvernig verið að tala og taka á þessum málum. Eins og held ég við verðum líka passa okkur að taka þessa umræðu ekki of mikið upp núna vegna þess að Ásmundur setur hana þannig fram. Vegna þess að fjölmiðlarnir þurfa líka að passa sig á stjórnmálamönnum sem eru svona að trömpa sig inn í umræðuna. Þeir vita alveg að þetta mun kalla fram sterk viðbrögð og sumir þeir eru mjög góðir í að spila á þetta og við verðum svolítið að passa okkur á því að menn fá ekki of mikla athygli út á það að vera með einhverja svona vitleysu sko. Er það hlutverk fjölmiðla að reyna að stjórna umræðu með þessum hætti? Á ekki fjölmiðlar þetta móti að endurspegla þá umræðu sem er í samfélaginu? Fjölmiðlar eiga að segja fréttir. Þeir segja fréttir og gera það á ábyrgan hátt. En fjölmiðlar er ekki endilega ákveða það hvað á að ræða og hvað er á dagskrá. Ég er sammála því, en hins vegar eigum við heldur ekki við eigum ekki að gera það sem fólk segir að aðalumræðuefninu, heldur eigum við þá að fræða fólk það sem var. Við þurfum að hafa ábyrga fjölmiðla sem reyna að grafast fyrir hvað er. Þessar tölur, er það ekki fjölmiðlunin hérna er ofboðslega mikið hann sagði, hún sagði. Það er fréttir af því sem einhver sagði í staðinn fyrir að segja hér er eitthvað sem einhver sagði, það er rangt á þessa á eftirfarandi vegu, getum við talað um eitthvað annað. Það er náttúrulega, við höfum þetta náttúrulega í Bandaríkjónum í forkosningu republikana þar sem menn fóru allt í að regna út að Trump hafði fengið 70 sinnum meiri tími en allir hinir það var og það meiri sé á fjölmiðlum sem töldu sig vera mjög sem sagt litu stórt á sig. Ég held einmitt líka partur af þú veist, út af því hvernig umræðan verður á samfélagsmiðlunum inn í búblunum að þá, og bara frá því að internetið var svona stór þáttur í líf okkar, að þá hefur einhvern veginn hið opinbera ekki náð að fylgja því eftir, það hefur ekki náð, það er bara miklu hægvirkara, þannig að við erum ekki komin á sama stað í gegnsæi og aðgangi að upplýsingum, framsetningu upplýsinga frá hinu opinbera eins og umræðan er. Ég velti til dæmis fyrir mér eins og til dæmis þessari umræðu sem kom upp í vikunni varðandi borgina og ríkisstjórnina og þar er verið sem sagt að segja að ríkisstjórnin hafi bara staðið framförum í borginni fyrir þrifum. Og þarna vantar okkur kannski upplýsingar og ef að gagnsæið væri meira, gagnsæi inn í stjórnmálunum, að við getum bara hort meira á hvað er að gerast, hvernig upplýsingar berast á milli ríkisstjórnar og borgarstjórnar, hvað gerist á nefndarfundum Alþingis, þú veist, það sem ég reyna að segja er að umræðan á internetinu er svo langt á undan tækifærunum fyrir stjórnsýsluna á internetinu, bara gegnsæi og aðgangi að upplýsingum og svoleiðis, að þá er umræðan einhvern veginn villt í einhverju upplýsingaleysi. En það sem er náttúrulega, held ég hættulegast í þessu, er þegar fólk notar Facebook sem hliðið inn í fréttaheimin. Þá er náttúrulega alveg tryggt að skoðanabræður þínir, skoðanasyskin, algoritmar, vinir þínir er að velja ofan í fréttirnar og þannig að heimurinn verður skelfilega einsleitur og ég hef bara lent í því þá netinu allt innum, ég er að kafna. Þetta er bara alveg algjörlega einhliða. Ég þarf að fara að ná mér í vini sem eru bara einhvers staðar í. Þetta er öfugt hjá mér. Já. Ég er frjálshyggjumaður og mér finnst ég eiginlega bara að vera með vinstri menn. Ég er bara svona, ég er svona miðjumóðari, ég veit ekkert, ég verð alveg glaður. Ég velti fyrir mér með Ásmund, smá hugsun með það. Við hve mikinn fjölda flóttamanna er maður orðinn Ásmundur? Það er að segja, getur maður verið að mótmæla honum án þess að segja sjálfur, heyrðu, ég vil bara hleypa öllum inn. Vegna þess að í einhverju tölu, allir eru með eitthvað mörk nema maður vilja hleypa öllum inn eins og ég. Þannig að ég segi, ekki gagnrýna Ásmund ef þú ert ekki tilbúin að segja, ég vil hafa þetta opið. Vegna þess að þeir eru bara ósammála nákvæmlega hver talan á að vera. Já, þetta er góð punktur. Mér langar að fara með þetta aðeins annað. Af þessum klassískum málum, við heyrum eiginlega ekkert kvótann fyrir þessar kosningar, það er mjög, mjög lítið. Það er náttúrulega heilbrigðismálin eru þarna inni alltaf og það er verið að toga svolítið á hver ætlar að hækka skatta og hver ætlar ekki að hækka skatta. Það verið sem allir vera sammála það núna og kannski að því að Sigmundur Davíð ætlar að fara svolítið í þá slóð að það er að taka fullt af peningum úr bönkunum. Nú sé allt í einu fullt af peningum í bönkunum sem ætlar að taka og setja inn í
líklega þá velferðarkerfi. Hvað segir þú, Gunnlaugur? Það kann að vera að sé of mikið eigið fé í bönkunum. Ég reyndar efast það vegna þess að eigið fé í bönkum gjarnan of lágt og það byggist á því að við búum í svona krónikapitalista bankakerfi í heiminum, þar sem að ríkið setur reglurnar og á móti kemur með einhvers konar ríkisábyrgð eða stuðning og að minnsta kosti væntingar að komi til þess. Þannig ég tel að ef að menn taka af allan vafa það að bönkum verði ekki bjargað af hinu opinbera, þá muni þeir neyðast til þess að hafa meira eigið fé til þess að beinlínis að geta tekið lán og stunda sína starfsemi, þannig ég er ekki viss það. Síðan það líka dálítil töfrabrögð að líta svo á að hægt sé að flytja bara peninga til og þar sé dautt fé sem ekki að gera neitt, vegna þess að peningar eru bara ávísun á verðmæti og þau flytjast þá til við það en þau verð ekki til við það, skiljið. Og þannig að ég hef svona ákveðnar efasemdir þetta en þetta er dálítið tæknilegt og maður að setja sig ofan í þetta dálítið djúpt. Já, hvað segirðu? Þetta einhvern veginn, það virðist að aðalega, þetta virðist alltaf verða allavega eitt af svona, hvað stórum málunum. Já, sko ég reyndar ég hef svona frekar sterka skoðun á bankamálum og fjármálageiranum yfir höfuð. Hann orðinn alltaf stór, það alveg ljóst. Þriðjungur af öllum hagnaði í heiminum í fjármálafyrirtækjum og eitt af uppáhaldsorðunum mínum í íslensku er raunhagkerfið og það bendir til þess að það sé annars vegar til eitthvað raunhagkerfi og svo eitthvað sem þá ekki raun, sem þá fjármálageirinn sko. Og bankar eru mjög mikilvægir og þeir þjónusta í rauninni raunhagkerfi og þar sem verðmætasköpunin verður til. En við höfum einhvern veginn sko gleymt því og þeir eru orðnir einhvern veginn svona miðpunkturinn í þessu öllu saman. Þannig að sko aftur, þetta er náttúrulega mjög tæknilegt mál að fara í einhverjum smáatriðum, en ég held að það sé að gera að nota tækifærið núna þegar að bankarnir eru þannig og þessi geiri þannig að meira og minni í höndum ríkisins til að allavega staldra við og hugsa málið og hvernig viljum við byggja upp þennan hluta atvinnulífsins og efnahagslífsins heima. En á sama tíma þetta náttúrulega alþjóðlegt mál og meðan að bara fjármálageirinn eins og hann í heiminum öllum breytist ekki, þá kannski breytum við ekki stórum málum með því að taka bara til okkar eigin. Þetta þarna sem Sigmundur Davíð sjáu sér sóknarfæri, hann ætlaði að kynna stefnu sína á föstudaginn, svo held ég að hann muni kynna stefnu sín í dag og það sé svona einhvers þarna sem hann ætli inn sko. Ég held líka að Miðflokkurinn mun örugglega fara með mjög markvissum hætti fram með það að efla landsbyggðina. Það er svolítið umræða sko átt okkur því að við erum svolítið hér að tala tiltekin mál. Ég finn það til bara vinir mínum vestur á fjörðum að þeir eru að tala eitthvað allt önnur mál. Já. Það er allt önnur mál sem brenna á fólki í dag. Það er svo einkenni þessara kosninga. Hver er að tala sig? Við erum svolítið svona einhvern veginn að fjarlægjast hér hvort annað sko, við sem búum hér í þéttbýlinu og fólki sem býr út á landi. Ísland allt er slagorðið. Það verður frótt að sjá hvað það verður. En við höfum náttúrulega verið með flokka eins og Sjálfstæðisflokkinn, VG, Framsókn, sem eru allir sterkir út á landi og við hljótum að telja þá alla vera svona byggðaflokka og allir til í að leggja peninga, fullt af peningum. Ég meina, við erum að sjá til dæmis VG, ég meina það sem erfiðasta máli fyrir þá núna er Bakki. Já, það er erfiðast fyrir Reykjavík. Já, en það skapar ekki þetta vandamál fyrir VG út á landi. Nei, það skapar engin vandamál fyrir það hafa byggt þarna heil veggöngu til þess að flytja kol. Og VG kannski er mjög gott dæmi þennan svona, aðskilnað innan gæsalappa. Það er að segja, ég held að kjósendur VG á höfuðborgarsvæðinu sé allt annar hópur en kjósendur VG á landsbyggðinni. Hér á höfuðborgarsvæðinu mjög sterk femínísk áhrif í VG. Út á landi eru bara svona gamlir atvinnulífskommar. En þetta Hvorttveggja hið vensta fólk, en kannski á ekkert gríðarlega mikið sameiginlegt. En þetta gerir flokknum óbúslega erfitt þegar hann kemur ríkisstjórn. Það gerir það, mögulega. Ég verð að segja sko að því að þessi göng sem þú nefnir, þau eru nú liggja nú undir æskuheimili mitt á Húsavík, beinlinni sko, og fari gegnum hellana sem að við sigum í gamla daga krakkarnir á Húsavík. Ég vakti nú einhvern tímann athygli á því fyrir löngu síðan þegar að umræðan stóriðu fyrir norðan var í hámæli að mér finnst þetta mjög sérstök leið og hefur alltaf þótt þessi stóriðu leið til þess að sko efla atvinnu á landsbyggðinni og til þess að einhvern veginn reyna að stemma stigu við fólksflótta og sérstaklega ungs fólks sko úr áttugum sínum.
Þannig að ég kannast ekki við það, því að ég nú alin upp þarna, ég alin upp út á landi og á Húsavík. Ég kannast ekki við það að neitt í sem sagt, mínum vinahópi á mínum æsku dögum hafi átt sér þann draum sérstaklega að vinna í verksmiðju. Og þarna var sturtað ofboðslega mörgum milljörðum og þetta bara það sem var líka gert fyrir austan og svona sko af skattfé í svona framkvæmdir. Ég alveg sannfærð það að fólk á þessum stöðum það hefði getað sko í gegnum einhvert íbúaþing eða hverslags think tank, þá hefði það getað komið með frábærar hugmyndir atvinnuuppbyggingu sem kostar minni peninga. Nú menn jafnvel að tala að sko tími stóriðinnar sé bara liðinn. Sko, orkan auðvitað takmörkuð og við erum með takmarka magn orku í landinu og það auðvitað setur okkur ákveðið mörk. Hins vegar verð ég nú bara taka að mér að vera bara svona mjög, hvað að segja, ekki mjög mainstream hér í þessum málum. Því að auðvitað sjáum við það til að mynda hvaða skoðun sem fólk hefur til að mynda á Kárahnjúkavirkjun og álveri fyrir austan. Þá hefur það haft gríðarlega mikil samfélagsleg áhrif. Það hefur haldið byggð eða haldið íbúafjölda uppi á Miðausturlandi og þar hefur til að mynda eins og í Fjarðabyggð háskólamenntuðum fjölgað verulega og þetta hefur jákvæð áhrif. Svo getum við haft skoðun hvort það sé þessi virði eða ekki. Það er aftur annað mál. En menn get ekki afneita því að áhrifin meðal annars stóriðju hafa fyrir samfélagið í heild verið góð. En svo eins og ég segi, menn eru svona velta fyrir sig hvort þetta tímabil sé bara búið. Já, sko ég hélt nú erindi á föstudaginn hjá Samtökum iðnaðarins og þar var ég að benda á það að ef við dregur upp svona mynd af útflutningstekjum Íslands, þá eru 3 súlur á því, það eru ferðamenn, það er stóriðja og það er fiskur. Og síðan allt annað eru 18% af útflutningstekjum okkar. Og ef við værum í landafræðibók frá sko 1960 þá stæði ég inn í Íslendingar veiða fisk, bræða ál og taka á móti ferðamönnum. Eins og eru landafræðibækur ekki svona lengur vegna þess að bara heimurinn er orðinn miklu fjölbreyttari. Við þurfum að komast á þann stað og þess vegna vantar inn í þessa umræðu einhvern sem er að tala framtíðina, stóru breytingarnar sem verða meðal annars í orkumálum og öðrum málum. Hvernig ætlum við að búa til samfélag þar sem við erum með 10 súlur á þessari mynd en ekki bara 3? Og þarna kemur sko skattaumræðan beint inn í sem eiginlega mjög merkilegt að menn hafa lítið talað tryggingagjald. Í kjölfar hrunsins þá var tryggingagjald hækkað gríðarlega mikið og tryggingagjald sem sé á að standa undir atvinnuleysistryggingu í landinu fyrst og fremst. Sem er 1% atvinnuleysi 1%. Þá vorum við að berjast við fjölda atvinnuleysi. Það voru 30 milljarðar á ári að fara út úr atvinnuleysistryggingasjóði til að borga bætur. Ég var á þeim tíma stjórnarformaður þess sjóðs og þekki það sem ágætlega. Nú er atvinnuleysi horfið, við erum eiga síður ennþá með þetta gríðarlega háa gjald sem við lækkað aðeins og er miklu hærra en efni standa til. Þetta er launaskattur á veltu fyrirtækja og bitnar fyrst og fremst á frumkvöðlafyrirtækjum og litlum fyrirtækjum og þetta er svona kyrkingaról nýsköpun í landinu. Það er ekki mikið, hvað segirðu, það er ekki mikið verið að tala það er frekar að tala það Gulli að nýfrjálshyggjan sé dauð en að þurfa að lækka skatta. Já, ég hef athugasemdir við hugtakið nýfrjálshyggja og eins og það er notað. En mér langar að taka undir þetta með þeim að ég held að leiðin fram á við sé nýsköpun og hún á sér mikið til stað eins og til dæmis í fyrirtæki Hjálmars í einkageiranum þar sem að fólk tekur upp með sjálfu sér og stjórnmálamenn geta ekki séð fyrir nákvæmlega hvaða verður. Það er svo flókið og svo margt og meira þess að frumkvöðlarnir sjálfur vita það ekki. Þannig að þeir eru eftir að reyka sig á og finna út úr hlutunum og síðan verður eitthvað allt í einhver stór grein sem að enginn hafi hugmynd um. Þannig að við þurfum að halda áfram að fjölga þessum súlum sem að hefur þó fjölgað yfir síðustu áratugi eins og ferðamennskan er mjög nýleg. Og en já, varðandi nýfrjálshyggjuna ég er frjálshyggjumaður og ég kalla mig ekki nýfrjálshyggjumann og ég þekki engan sem kallar sig nýfrjálshyggjumann. Og nýfrjálshyggja á ensku er orðið neoliberal, fyrirgefið tek smá út úr hérna, en frjálshyggja er libertarian. Og neoliberal þannig væri betur þýtt sem nýfrjálslyndistefna. Og hún kom fram á fyrri hluta síðustu aldar sem hugmyndum að taka sem sagt klassísku frjálslyndistefnuna og gera meiri málamiðlun við sósíalismann og ríkishyggju með því. Og það má kannski segja að þetta sem hefur verið svona dóminerandi í heiminum yfir síðustu áratugi að minnsta kosti fram að bankahruni, það hafi verið einhvers konar samkomulag á milli einhverja svona hægri flokka og svona blerískra flokka einhvers konar blandað hagkerfi í þessum anda. Ég vil ekki dæma mína frjálshyggju þegar það er dæmt.
og en það hefur sína kosti og þau lönd sem eru eru mest svona í þessa veru eins og til dæmis Norðurlöndin sem eru með tiltölulega stæltan kapitalisma og velferðarkerfi sem á bakinu á honum þó að ég sé ekki hlynntur þeirri nálgun til að sé hægt að nálgast þetta öðruvísi þá þetta einhver bestu lönd í heiminn til þess að búa í. Við verðum víst að fara að slíta þessu bráðum. Ertu með einn punkt í viðbót eða? Já, ég er með þann punkt að þrátt fyrir bankahrun og það er eitt sem við þurfum að læra eftir þetta allt saman. Það er svo mikil tortryggni gagnvart öllu sem tengist viðskiptum og það er notað í þessum ad hominem árásum sem við erum búin að vera að tala að við þurfum að lækna okkur af því og átta okkur á því að þrátt fyrir bankahrun og jafnvel sá kapitalismi sem var skemmtur að þá eru frjálsu löndin í heiminum ennþá bestu staðirnir til þess að vera og við getum bætt þetta en þetta getur líka orðið verra þannig að við skulum fara varlega. Bara rétt örstutt að lokum, hvaða ríkisstjórn heldur við fáum? Ég veit það ekki og náttúrulega það eru 10 dagar, 2 vikur kosningar og VG hefur haft gríðarlega yfirburðastöðu, maður hefur á tilfellum sem aðeins að byrja að dala hjá þeim, Sjálfstæðismenn koma alltaf upp í restina, Samfylkingin virðist vera að vinna á og ég held kannski að Viðreisn sé aðeins að ná vatnum sínum. Það er eiginlega allt opið en mér sýnist flest benda til þess að það séu sterkar forsendur fyrir vinstri stjórn nema eitthvað mikið breytist. Ég held að svona blasir svolítið við að VG, Samfylking og Píratar reyna að mynda ríkisstjórn. En ef þið ná ekki, þurfa þá ekki að hafa Framsókn með? En ég held nefnilega, ég held að VG hljóti að svekkja sig mjög á döpru fylgi Framsóknar. Mér hefur svona sýnst það í gegnum bæði núna í aðdraganda þessa kosninga og síðustu kosninga að VG myndi helst vilja vera með Framsókn í stjórn. Ég er ekki viss um að Píratar allavega endilega eða að Samfylkingin kæri sig það. Þannig þú veist, mér finnst það líta út þannig að þetta stefni í þessa 3 flokkastjórn. Já, þú spyrði eins og það komi ríkisstjórn út úr þessu. Ég held að þetta verði mjög erfitt og ég allavega sé ekkert mynstur í þessu sem að gengur upp án mikilla málamiðlana og allra síst fyrir mann eins og mig sem er svona með alþjóðlega sinnaðan, tiltölulega markaðssinnaðan jafnaðarmann sko. Það er ekkert sem ég líst vel á í kortunum. Örstuð. Ég er sammála. Nema ég er ekki jafnaðarmaður. Takk, það er gaman að fá okkur hingað. Við höldum áfram með Hallgrím Óskarsson og svo Þorleif Örn Arnarsson. Takk. Og hvað tíðráttuðum hér áðan, hvað er mikil reiði í stjórnmálunum og við vorum að velta fyrir okkur þessari upplausn sem hefur nú eiginlega valdið núna 2 kosningum með stuttu millibili þar sem að ríkisstjórnir eru að falla út af málum sem þær hefur kannski ekkert fallið út af áður. Þetta eru miklu breytingar sem hafa orðið í stjórnmálunum hérna. Fengið hingað Hallgrím Óskarsson sem er verkfræðingur og fæst nú reyndar við ýmislegt fleira þótt í stjórn Gagnsæi sem er félag sem að beitir sér fyrir því að opna stjórnmálin, gera þau gagnsærri en við ætlum að fara yfir ýmsa hluti sem tengja svona gildum í stjórnmálum og hvernig þau eru sumleyti ónóg og úr takti við samtíman og við almenning og þú skrifaði mjög skemmtilega grein daginn þar sem þú varst að tala hvað stjórnmálin hérna gætu lært af landsliðinu í knattspyrnu og þetta var þessi landsleikur á mánudaginn, stærsta frétt vikunnar. Og hvað ertu að fara með þessu? Mér finnst gott að spegla landsliðið og Alþingi vegna þess að Alþingi á að vinna saman og því gengur illa að vinna saman en landsliðið á líka að vinna saman og því gengur vel að vinna saman. Og þess vegna er ágætt að spegla þessar 2 stofnanir eða 2 hópa og velta því fyrir sér hvort að annar hópurinn geti lært af hinum og núna þá stjórnmálin hvort að þau geti lært af landsliðinu. Og það er áhugavert að heyra Heimi Hallgríms þegar hann útskýrir af hverju þeim gengur svona vel að þá byrjar hann alltaf að tala gildi. Hann byrjar alltaf að tala saman eru við stærri, hjálpsemi, mjög hátt stig af samvinnu og samvinnan innan hópsins sé þannig að það sé djúp þörf til þess að vinna meira fyrir næsta mann heldur en að koma sjálfum sér að. Og að þegar landsliðið vinnur svoleiðis þá verða þeir stærri heldur en þeir eru saman og þeir ná einhverju nýju leveli sem að næst ekki ef þeir eru svona sitt í hvoru horninu og þetta er einmitt það sem hefur gerst í alþjóðaíþróttum að það sem miklir peningar eru að þá hefur þetta gerst þannig að peningum fylgir egoismi og eins og sést með hollenska landsliðið fullt af stjörnum en sigur ekki mikið, það er vegna þess að þeir ná ekki þessum
þessari samvinnu. Og þess vegna, ef maður speglar Alþingi og skoðar það í þessu, en þá einhvern veginn hlutirnir allt öðruvísi þar. Þar sko, já, við viljum ekki styðja þetta mál þó að það sé gott, því að þið eru búin að ná 2 málum fram, en við bara 1, nú komið okkur. Og ef maður hugsa sér sko hvernig Gylfi eða einhver sem ætti að framkvæma ekki, ég ætla ekki að senda þig, því að ég sendi þig sko 2 í síðasta mánuði og nú komið að því að þú sendir á mig og þess náttúrulega ég bara reyna að fara sjálfur, að það væri landsliðið náttúrulega ekki á þessum stað sem það ef að landsliðið væri kannski með þessar samskipta aðferðir sem að hafa því miður kannski fengið að nærast aðeins og mikið í pólitík, það sem verið að keppa innbyrðis. Og það náttúrulega, við sjáum eins og til dæmis það var þessi umræðum að sko ríkið væri hugsanlega beinlínis að bregða fæti fyrir Reykjavík og við höfum þessi dæmi það, þú veist, við förum bara í mál, þú veist, af því að þú ert að leggja þig fram. Við erum sammála en við tökum ekkert sem kemur frá þér. Sko, já, einmitt, þessi fræga tilvitnun að ég ætla að hjóla í öll mál, þó ég sé í hjarta mínu sammálaðum, að það gengur ekki ef við ætlum að ná einhverju framvindu fram og það akkurat það sem held ég almenningur að kalla eftir og það þetta undirliggjandi mál sem kosningarnar snúast pínlítið það snúast minni leyndarhyggju, meiri hjálpsemi, meiri samvinnu og fólk vill í rauninni bara að þetta fólk sem á Alþingi, það á bara að vinna saman, það á að finna samvinnuflöt, alveg eins og einstaklingar í landsliðinu þó að kannski mér líki ekki við einhvern, þá það algjört aukaatriði, ég verð að vinna með honum og við þurfum að hugsa endamarkmiðið, að það á að vera gott. Svo sko, ég ætla að fara í aðra grein sem þú skrifur, þetta á vef sem heitir hallgrímur.is og það fara svolítið yfir, það þessi gildi sem gömlu gildi sem þú segir að séu svolítið ríkjandi og við tökum bara lið fyrir lið, þú talar leyndarhyggjuna. Leyndarhyggja einhvern veginn svona element sem hefur þótt bara vera eðlilegt í gegnum áratugi að það bæði þetta með leyndarhyggju og að þessi stóri sýslumannslegi, valdsamlegi stjórni og hann má bara vera með leyndarhyggju, þetta bara hluti af því sem að hefur fylgt stjórnmálum. Fólk hins vegar sko allt annarra skoðunar og pínlítið að uppgötva það að þetta á ekki að vera svona og að gera kröfu að þetta element fari alveg úr stjórnmálum og það út af þessu sem að stjórnin féll þó að það sé kannski ekki sagt upphátt af því að fólk ekki vant að tala gildin en það út af þessu og svo bitnar þetta alltaf á einhverju einu máli og sko það 3 stjórnir sem hafa lent í ótrúlegum vandræðum út af þessu. Það náttúrulega síðasta stjórn núna, Sigmundur Davíð út af sínu vintilsmáli og svo vorum við með Icesave-málið þar sem átti að fara að kynna gögnin inn í einhverju lokuðu herbergi á Alþingi. Þessu leyndarhyggja sem eru komið 3 ríkisstjórnum eiginlega algjörlega í koll. Já, og þess vegna ágætt að spyrja, ef við ekki prófa einhverja aðra aðferðir og ef við ekki prófa að taka þessa leyndarhyggju í burtu, setja gagnsæi á borðið og prófa hvernig hlutirnir virka og ég held til dæmis ef þessi 2 element bara að gagnsæi og aukin samvinna ef að gæti náðst sátt það, þá myndi margt breytast. Hampa þeim sterka? Já, að hampa þeim sterka, það hefur alltaf fylgt íslenskum stjórnmálum að einhver komin með valdið og hann þarf að vera sterkur, hann þarf að helst að vera dimradaður, þetta pínlítið hlut af þeim margum talaða þætti í samfélaginu líka. En fólk að átta sig á því að hinn sterki ekki kannski sá sem að drífa hlutina áfram, heldur það kannski sá sem að kann best að láta smyrja hjólin og að kalla fram sátt og samvinnu og að halda liðinu saman, að það kannski hinn eiginlegi sterki einstaklingur. Ég valdið, tækifærismennska og prinsippleysi. Já, það þetta gildi sem hefur verið viðvarandi sem að almenningur líka mjög mikið á móti og það einhvern veginn gildi sem þannig að nú var ég kosinn, þá má ég ráða, nú þetta mín vakt og þá má ég ráða öllu og jafnvel ef við tökum eitthvað hypothetical að ég var með flokk og hann myndi fá 51%, hinn í 49%, þá hefur það bara verið þannig að nú má ég ráða öllu og ég tek stundum svona lítið dæmi þegar við í háskólanum 3 leiðum saman sko og 2 af okkur vildum alltaf horfa á sama þáttinn og hinn ekki. Þá vorum við í meirihluta, hefðu við allan veturinn átt bara að horfa á þann þátt? Nei, maður leyfir hinum aðeins að vera með og það vantar aðeins pínlítið þetta sem þessi sanngirni inn í stjórnmálin að viðurkenna það að þó einhver fái 49 eða 30 eða 20 þá það sjónarmið þar sem mikilvægt að heyrist. Svo það merkilegur hlutur sem þú nefnir og það verkleysi og elítismi og
þetta kemur svolítið, þetta er rauninni kannski frekar skilning á því sem gerist kannski vinstra megin. Já, þetta er kannski svona stóri, það gildi sem hefur verið stóri þröskuldurinn vinstra megin, að vinstra fólki finnst nóg að tala hlutina í tilgátum, í prógramum, í svona einhverjum hypothetical sýndarheimi, í Fílabeinsturni og mér finnst alltaf besta dæmið sem lýsir því þegar kannski vinstrinu gengur illa, að þá segir vinstri bara, já, þetta er kannski eitthvað tímabundið en við trúum á félagslegt réttlæti eða jöfnuð og þá finnst vinstrinu að því sé búið að svara öllu. En það er bara verið að reyna að svara venjulegu fólki í einhverju heiti á einhverju kenningu sem það skilur ekki. Og þessi elituismi er pínlítið, hann snertir vinstri, hann snertir hægrið í því að það sé í lagi að það sé einhver elita sem fær einhvern veginn hlutina allt öðruvísi og fær aðra þjónustu og fær hlutina einhvern veginn allt öðruvísi á borðið. Vinstrið er líka að glíma við þennan elituisma í gegnum fræði og vísindi og það kalla fram ákveð verkleysi. Þeir einhvern veginn svona, þeim finnst nóg að leggja kenningar á borðið og tala kenningar og setja nafn á þær. En að glíma við þennan skort á ímynd að þeir geti gert eitthvað. En þetta tekur alveg frá því, eins og þú nefndir nú við mig í samtali að sko, Oddný Harðardóttir sagði fyrir síðustu kosningar, ég er jafnaðarmaður og við verðum dæmd af því einhvern veginn. Og svo kemur þetta alveg yfir í Evrópusambandið. Það sem að eiginlega þetta er kannski svona eitt helsta einkennið á Evrópusambandinu og Evrópusambandið gengur ofboðslega erfitt að breyta sínum starfsháttum og taka til í sínum ranni. Þar er þessi elitismi eiginlega sjúkdómur og margt myndi breytast þar ef þeir getur slitið sig frá þessum elituisma og þar birtist hann þannig að valdamikil fyrirtæki, oft bankar og ýmis þannig fyrirtæki, stór fyrirtæki, þau hafa tak á stjórnmálum og stjórnmálin segja að það er í lagi að hér ríki elituismi, við þurfum að gefa þessum hóp sérþarfir. Það er það sem að almenningur er mjög mikið á móti og er að kalla eftir breytingum og það verður kalla eftir því hér á landi eins og er verið að gera annars staðar. Og þetta er náttúrulega úr þessu verður þessi gjá milli stjórnmálana og almennings. Og þá svona koma kallarinn á sviðið eins og Trump og segja ég ætla að bjarga ykkur frá þessu. Og þess vegna ef einhver er óhanaður með þá þróun að Trump og hans líkir síðan á miklum völdum í heiminum, þá er eins gott að byrja bara á að saxa niður þennan elitisma, hlusta aðeins á fólkið og fara að vinna fyrir fólkið og finna einhvern flöt á því að þó að sé einhverjir stóri bankar í heiminum, einhver stór fyrirtæki sem hafi mikið völd, þá þarf að skera einhvern veginn á þetta. Sko, gildin sem þú teflir fram á móti þessu, sem að sko, það er eiginlega ranghverfan á þessu. Það er öflugri hagsmunabarátta í nafni almennings, það er náttúrulega augljóslega svarið við þessu. Sko, þetta er skemmtilegt með hagsmunabaráttu almennings að því Íslendingar eru vanir því að hér séu margir flokkar sem eru að berjast fyrir sko, ákveðna hagsmuni og oft hagsmuni fárra. En ég hef síðustu ár sagt það að svona, það stjórnmálaafl á Íslandi sem mun svona ná sterkri fótfestu næst, það verður það stjórnmálaafl sem notar þær aðferðir, það er að segja sko mjög öfluga og ýkta hagsmunabaráttu en notar það fyrir hópinn sem heitir almenningur. Þannig að ef einhver er til í að gera það, þá held ég að hann fái alltaf mörg atriði. Og gagnsæi það er náttúrulega ranghverfan á leyndarhyggjunni. Sanngirni, okkur finnst vanta mikla sanngirni í stjórnmálunni. Já, sanngirni er þetta eiginlega svar við elituismanum að við þurfum bara að viðurkenna það að það þarf meiri sanngirni. Það er ekki hægt að hafa þetta lengur þannig að einhverjir fá mikið og margir fá miklu minna vegna þess að þá erum við bara föst í þessum hring sem er núna að það tekur við einhver stjórn, kannski eftir nokkra vikur og svo fær almenningur óbeit á einhverju máli sem tengist skort á sanngirni og þá brýst þetta aftur fram sem hefur gerst svona oft upp á síðkastið að sú stjórn hættir. Það verður að fara að horfa á þessi gildi og viðurkenna að það þurfi að taka þau upp, annars erum við í þessum hring sem er sko 6 mánaða stjórnir, 1 árs stjórnir, eins og hálfs árs stjórnir og svo framvegis. Við getum sko, svo eru þarna punktar sem þú nefnir hérna, auðmýkt hluttekning sanngirni. Hugsanlega hefði þessi gildi geta bjargað öllum ríkisstjórnunum sem við nefndum hérna áðan. Ef þeir hefðu sýnt auðmýkt hluttekningu og samkennd. Auðmýkt er hluti af þessum heiðarleika við ekki hlutina eins og þeir eru og segja satt og það er nefnilega merkilegt að almenningur bara gerir kröfu auðmýkt og samkennd og heiðarleika
og hann eiginlega tilbúinn að fyrirgefa hvað sem það gæti einhver sagt, já ég átti nú eitthvað félag sem hét Vinteris og ég ætla bara að láta vita því og þetta átti ekki að vera svona, nú er ég búinn að breyta því að koma fram, tilkynna hlutina og ég var hér í einhverjum sjóð og ég var í þessum aðstæðum þessum að það hægt í rauninni bara að stíga fram og segja hlutina eins og þeir eru og það bara það sem verið að kalla eftir. Ég held að stjórnmálamenn megi alveg átta sig á því að það má alveg vera mannlegur, það má alveg gera mistök og þetta snýst ekki það að einhver eigi að vera eins og róbot, eigi að vera fullkominn og eigi að gera allt hárrétt en hann á bara að vera mannlegur að þegar einhverja aðstæður komum, þá á hann að segja frá hann eins og þeir eru. En sko, svo til með aðra grein og við þurfum að klára þetta nokkuð, það sem við talum að sko, stjórnmálamennirnir, það sé tæki fyrir þá stjórnmálaflokkarnir, til dæmis bara Sjálfstæðisflokk og VG og að endurbæta sína svona sína orðræðu. Já, orðræðan eitthvað sem að sko í gamla daga var það þannig að fólk fór í stefnuskrána og las það og kunni það utan að og vissi smáatriðin, svo að þegar við lifum á tímum þar sem að allt of mikið upplýsingaflæði, þá fyrir fólk að hugsa gildi, það of mikið af upplýsingum til þess að melta og meta, þá fyrir fólk að hugsa gildi og gildin birtast í þessum orðum sem eru síendurtekin. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur í gegnum tíðina verið með langsnjöllustu orðræðuna og það kannski tengist í, þeir eru viðskiptatengdir, þá eru þau kannski í hjarta sína aðeins meiri sölumenn en aðrir og þeir hafa tengt sig við þessi góðu orð, hafa tengt sig við frelsi, hafa tengt sig við allt fyrir einstaklingin og hafa tengt sig við skattalækkanir og hafa tengt sig við festu og stöðugleika. Stöðugleika, já. Og stöðugleiki, það ekki hægt að tengja sig við einhver orð nema sé allavega svona sæmileg innistæða fyrir þeim og það til dæmis breyting á tíðaranda sem þessi nýju gildi sem verið að kalla eftir að það meira innistæðuleysi fyrir þessum stöðuleika sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að tala fyrir vegna þess að það erfitt að sjá stöðuleikann og þess vegna eru aðrir farnir að grípa það og segja við ætlum að bjóða aðra gerða stöðuleika sem það verði stöðuleiki í stjórnmála ástandinu og í samvinnu og en það skemmtilegt að tala þessa orðræðu vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki bara fengið að tengja sig við bestu orðin, hann hefur fengið að tengja alla aðra flokka við neikvæð orð og hinir hafa verið gjörsamlega vonlausir í að svara því. Einhverjir, þeir hafa kallað aðra flokka sko skattahækkara og verkleysi og kunnáttuleysi og öll þessi slæmu orð og hinir segja ekki neitt, heldur segja bara ég trúi á því að allir séu jafnaðarmenn innst inni. Og þess vegna hefur þeim gengið vel í gegnum tíðina af því að orðræðunni ekki svarað. Heyrðu, við þurfum að klára þetta, Hallgrímur, gaman að fá þig hingað, við ætlum að tala eins gamla merkarit rannsóknarskýrslu Alþingis. Muniði eftir þessari bók hérna. Rannsóknarskýrsla Alþingis kom út í 8 bindum. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. Þetta átti að verða grundvallarrit hins nýja Íslands. Kannski ekki margir að lesa þetta nú, en þú hefur verið að gera það, Þorleifur Örn Arnarson, og þú ert að setja upp leiksýningu sem heitir Guð blessi Ísland og þetta leiksýning sem byggð á rannsóknarskýrslu Alþingis. Til hvers ertu að gera þetta? Þegar að ég og Mikael Thorvaldsson sem að vinna handritið þessu með mér vorum að gera Njálu sem einhvers konar svona samfélagslega rannsókn á íslensku þjóðarsálinni og litum kannski á Njálu sem svona 800 ára gamalt Wikileaks-skjal íslensku þjóðarsálina og ættbálkasamfélagið og klofninginn og hvernig við brjótum samfélagssáttmálann. Þá fór ég að horfa inn í hugsaði með mér, hvað á maður að gera næst, hvernig heldur maður áfram með þessa rannsókn og ég sat inn á æfingu og allt í einu rann upp fyrir mér, við eigum nútíma Íslendingasögu. Við eigum sögu þar sem höfðingjarnir okkar og þeir sem hafa bæði klappað okkur og brotið á okkur komu og settu fram sína sýn
og ég hugsaði með mér, væri ekki ofboðslega magnað að taka þetta rit sem var lesið í beinni útsendingu í Borgarleikhúsinu þegar hún kom út og skapa í rauninni einhvers konar samfélagslega skoðunarstöð á því hvað hefur rauninni gerst, hvort þetta hefur haft einhver áhrif og vinna í rauninni með þetta sem einhvers konar uppskrift af Íslandi og kannski einhver svona djúpstæða sýn inn í hvernig við erum í raun. En sko það var með þess að samþykkt í framhaldi af þessu var með þess að samþykkt sko þingsályktun til Alþingi sem sagði, þú veist, nú ætlum við að bæta ráð okkar, við ætlum að hafa hlutina öðruvísi sem þeir voru, það var soðið upp úr þessu, en hefur það tekist? Nei, ég held að það hafi ekki tekist og sko, þetta svo áhugavert þegar maður fer að grafa onni í þetta, því að þetta verður svolítið eins og að lesa leikverk sem maður er búin að sjá svo oft áður og maður upplifir að það hafi í rauninni, sko sérstaklega pólitísku orðræðu, það hafi svo ofboðslega fátt breyst og sko leikhúsið í sinni tærustu mynd er rannsóknarstöð, er samfélagsleg rannsóknarstöð og ég hugsaði með mér eins og Grikkirnir sem komu saman og í samfélagslegum tilgangi og sem steig hluti samfélagsins upp á svið og setti grímur og kallaðist á við sögur sína, guði sína og gildi sín úr því varð einhvers konar katharsísk upplifun. Og ég hugsaði með mér, gætu við gert það sama? Gæti leikhúsinu kannski tekist, það sem að pólitíkin hefur ekki tekist, sem er að horfa inn í þetta og reyna að sjá og skilja hvað það er í menningun okkar, hvað það er eins og þið voru að tala áðan, eins og hvað það er í gildunum okkar og hvað það er í tíðarandanum sem að við komumst ekki með í gegn og kannski í stað eins og listinni þar sem að maður þarf ekki að hengja sig í flokkadrætti og maður má stundum vera pínkulítið dónalegur og maður má stundum hlæja sjálfum sér, væri hægt með sambland af hörku og auðmýkt að kannski upplifa smá svona ljós við endan á göngunum. Og ég sem meina, sko þessi skýrsla, hún einhverju leyti kannski í staðinn fyrir að verða einhvers konar heilunarplagg, dró hún eiginlega bara nýja víglínu og við færðum bara víglínuna og í kjölfarið kemur sko landásmálið sem er sko hræðilegt mál og skemmdi öll þessi ferli og síðan kemur stjórnarskrármálið og það er svo áhugavert að því að það var svo mikill friður og svo mikið opið og svo mikið gegnsæi í vinnu í kringum það og það er ekki fyrir hún kemur út sem allt í hennu byrjar ofboðslega orðarhríð sko í minnihlutans gegn henni. Þannig að sko pólitíkin virðist vera ófær að takast á við sko stórauki, þau koma öll að segja við þurfum að hegða okkur öðruvísi og það er ekki trú og það er ekki traust á okkur en þeir halda áfram í sömu pólitíkinni. Við horfum, netið er fullt af neikvæðum auglýsingum, það er ekki verið að eiga raunverulegt samtal. Það er verið að henda fram nýjum svona skoðanabombum og neikvæðni og ég hugsaði sko leikhúsið er niðurgreitt af skattgreiðendum og ég líti á það sem hlutverk mig sem listamanns á launum hjá íslensku þjóðinni að veita íslensku þjóðinni skjól og einhvers konar rannsóknarlegt skjól og þess vegna fannst mér þetta alveg svo Njála varð einhvers svona karnevísfestival, hugsaði hvernig væri að skapa í Borgarleikhúsinu í kringum rannsóknarskýrslunni einhvers konar svona surrealíska rockóperu hver við erum, bæði í sko stóru myndinni og smáu. Og í verkinu munum við í rauninni frekar en að fara með skýrsluna sviðsetja bardagan sannleikann og bardagan það að geta ekki klárað þetta uppgjör. Nei, vegna þess að sko, þegar skýrslan kemur fram og í einhvern tíma, og eins og ég segi, það var að samþykkt þessi ályktun á Alþingi, þá voru menn einhvern veginn, fyrst þorðu menn ekkert að anda af henni, hún var einhvern veginn eins og heilagt orð í smá tíma, sko. Og svo einhvern veginn bara gleymist þetta bara gleymdist og sökk og
þetta er hérna, ég fann þetta í hillu upp á fréttastofu, ég held mér að ég sé búin að farga mínu eintaki, þetta er svakalegt. Já. Hvað er að mér? En það má auðvitað velta fyrir sér, var þetta rétta tækið? Já. En fyrst við ákvaðum að fara þetta tæki, að þá hefði þurft í rauninni að halda áfram með einhvers konar opið ferli og kannski erum við að fara að gera það í leikhúsinu. Kannski er þetta plagg sem að það var ekki hægt 2, 3, 4, 5, 6 árum eftir meðan að fólk sveið ennþá undan þessu og ég held að íslenska þjóðin, fólki sem ég þekki sem er í atvinnulífinu, það er löngu bara farið aftur að vinna. Það er ekki lengur í hrunástandinu, en pólitíkin er það ennþá. Og þannig að kannski getur leikhúsinu tekist að taka þetta inn á næsta skref sem er að skoða þetta sem er einhvers konar umfjöllunarefni okkur sjálf. Því það er eitthvað í þessum ómöguleika að þurfa að í rauninni að takast á við sjálfan sig sem er pólitíkinni ofviða þessar myndir. Já, og þetta mun heita Guð blessi Ísland og verður sýnt í Borgarleikhúsinu. Við frumsýnum næsta föstudag. Bara föstudag. Þið náðu þessu fyrir kosningar. Það er mikilvægt að við vorum bara ákveða þetta áður en að þau ákveða að fara nýja kosningar. Ok, þetta kemur sem innleggin í kosningarnar kannski að sinna. Þorleifur Örn Arnaldsson, þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn. Þetta er búið hjá okkur í dag. Við verðum hérna, eða Fanny Birna verður hér eftir viku með gesti og svo eru það kosningarnar sem eru þar næsta. Þær gerum upp þar næsta sunnudag.